vandinn við það að vera, sko, að við erum í þessu echo chamberi sem bergmálsholi eða hvað sem maður að kalla það. Það sem við í rauninni erum kannski að koma með þennan boðskap á borðið til vina okkar sem eru auðvitað sammála okkur. Þetta eru vinir okkar, annars væru ekki vinir okkar. Og maður hefur ekki tækifæri til að ná til þeirra sem kannski eru ósammála eða kannski hafa bara ekki leitt hugann að þessu. Og ég er ekki mikið í því að stoppa Pétur og Pál í Krónunni og segja hefur þú hugsað hvernig þú ert að stuðla að fordómum í samfélaginu eða eitthvað svoleiðis. Þess vegna er svo ógeðslega mikilvægt að fólk sem er kannski í þeim kreðsum sé að eiga þessi samtöl og þau eru óþægileg. Við vitum það, þau eru óþægileg. Við höfum átt þessi samtöl, þetta er oft kannski, þú getur átt þessi samtöl í fjölskylduboðum þar sem að þú ert í kringum fólk sem að þú kannski myndir ekki endilega velja þér að vera í kringum en einu sinni tvisvar á ári í fermingum eða jólaboðum eitthvað, þá hittist þið samt. Þarna er tækifæri til að eiga þessi samtöl og það er rauninni ekki eitthvað svona réttur tími og staður þannig séð. Það bara þarf að tala þessa hluti, myndi ég segja, sko. Já, ég er alveg sammála og líka bara að undirstrika það að það er í lagi að vera ósammála. En það er samt svo mikilvægt að kannski heyra hvað aðrir hafa að segja málið sem eru einmitt mótfallið þínar skoðunar út af að það er mikilvægt að geta verið sveigjanlegur til þess að skipta skoðun. Já, og líka að spyrja sig af hverju er ég ósammála. Við erum með varnarviðbrögð í líkamanum sem að fara í gang þegar við upplifum árás og rasisti, fordómar, þetta eru mjög hlaðin orð í okkar tungumáli og leið og þú kastar þessu fram að þá er einhver í rýminu að fara í vörn. Það er þannig. Þetta eru hlutir sem við þurfum að geta tekið bara heim og hugsað af hverju fór ég í vörn. Sko, allir sem segja ég er ekki rasisti en, það er ekki til eitt sem heitir ég er ekki rasisti en. En við skiljum alveg hvað þið eruð að segja. Þið eruð kannski með einhverjar skoðanir sem að hljóma illa en af hverju eruð þið... Ok, byrju, ég datt á það út hvað ég ætlaði að segja. En maður á ekki vera hræddur það að láta skoðunum sinni ljós, þú veist, út af því það er einmitt kannski einhver misskilningur á ferð en það má ekki villifæja eða svona mála skrattan á vegginn þegar fólk er sem sagt annars skoðanir en maður sjálfur, skilur við. Maður á að geta náttúrulega skapað einhvern vettvang sem maður er ekki að fara í öskurkeppni. Ég held að, þú veist, ég dró mjög góðan lærdóm með þessu þegar ég var í háskólanum með Háskóla Íslands. Það var sem sagt einn kennari sem kenndi mér sem er sem sagt, hann er alveg, þessi einstaklingur alveg á hinn pólinu við mínar skoðunir og mér fannst svo erfitt að setja tíma hjá þessum einstaklingi. En eftir að hyggja var ég bara ákveðin og þakklát fyrir þessa reynslu út af ég umkringi við fólki sem sammála mér gjarnan og nú þarf ég að hlusta á þessa mannesku, tala andstætt mínu skoðunum, ég sko skalf í tíma, ég var alltaf svo pirruð. En mér fannst það svo gott út að ég þurfti að rífa niður allt það sem ég taldi mig þekkja og af hverju mér leið á einhvern ákveðin hátt. Ég svona að hugsa, af hverju líður mér svona, af hverju finnst mér þetta. Þessi einstaklingur að segja þig gagnstæða, af hverju heldur þessi einstaklingur það? Svo maður þá svolítið að svona líta sinni einn barm og aðeins að skoða af hverju finnst mér þetta. Er þetta bara tilfinningar sem eru að tala eða er einhver svona rök á bak við þetta? Nú er ég tilbúin að hlusta á þennan einstakling, þú veist, ég reyndar neyddist til þess, en það var samt svo gott fyrir að maður bara, ok, ég skil þessa afstöðu, ég heyri hvað hann er að segja, en ég er ekki sammála og ég veit af hverju ég er ekki sammála. Svo að skapa þennan vettvang til þess að eiga réttinn að vera ósammála finnst mér svo mikilvægt í þessari umræðu.